vissi starfsfólkið á þessum tíma að þið væruð í söluferli? Já, þau vissu það. Hvað var það sem að kaupverðið endaði að vera hjá? $15 million. $15 million. Hjálmar Gíslason, frumkvöðull og stofnandi Greitt, ertu velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Ef við förum svona bara aðeins yfir söguna þína sem frumkvöðull, bara í svona tímalínu. Já. Hvernig hefst frumkvöðlaferlið hjá þér? Það byrjar mjög snemma, það svona spurning við hvað maður vil miða. Ég svona, býða því að vera alast upp þegar tölvurnar að koma fram og á heimili þar sem að, pabbi minn var forritari þegar ég fæddist sem var mjög sjaldgæft á mínum aldri. Já. Þannig að það eru tölvur svona í kringum mig alveg alla mína ævi. Og ég byrja að forrita mjög ungur, en svona ef við viljum hengja það á einhvers konar frumkvöðlastarfsemi, þá seldi ég fyrsta tölvuleikinn minn þegar ég var 14 ára. Já. Þannig að það svona, þá byrjaði það hafði mikið kitlað og þú veit, ég hafði oft verið að búa til einhverja hluti, jafnvel dreifa þeim og eitthvað svona, en svona fyrstu tekjurnar af því að búa eitthvað til og selja það komið þegar ég var 14. Já. Það svona, má í rauninni segja að þú byrja þar. Já. En varstu þá búin að vera að forrita sjálfur eða eitthvað að fikta nokkur ára á undan? Já, alveg helling sko. Og þetta svona, þú veist, tölvurnar sko sem ég elst upp við, þú veist, eru þannig, jú, það var alveg hægt að kaupa tölvuleiki en oft voru þeir, þetta var eftir að vera ótrúlegt fyrir þá sem hef ekki heyrt það áður, en þú veist, suma tölvuleiki fékk maður þannig að maður keypti sér blað og sló inn kóðan úr blaðinu og í rauninni forritaði leikin og á því lærði maður náttúrulega heilmikið líka, þú veit, hvernig bara forritun virkaði og hvernig var að búa til leiki sem var það sem ég var að gera framan af, svona mest, einhverju tölvuleikir og eitthvað slíkt. Og þannig svona kemur þessi geta til þess að búa til hluti, þú veist, alltaf fundið gaman að búa til hluti, alltaf það er svona sköpun sem drífur mig áfram. Já. Þörfin til þess að fá hugmynd og sjá hann að verða einhvers konar veruleika og tölvan var svona minn farvegur fyrir það. Já, þannig að það lá svona vel við fyrir hjá þér að forrita. Já, algjörlega. Þannig að það er svona, og síðan þá í rauninni allur minn ferill hefur verið í kringum hugbúnað þó ég hafi farið í rauninni frá því að vera í leikjum sem er náttúrulega eitthvað sem að kannski oft dregur manna þegar maður er yngri, yfir í yfir í gegnum fjarskiptalausnir, leitarvélar og síðan svona síðustu 20 árin mest í svona gagnaheiminum og gagnatengdum hlutum. Já, einmitt. Manstu á þessum tíma fyrir hvað þú seldir fyrsta leikinn eða? 500 krónur, alveg bara brakandi rauðan seðil. Já, manstu eftir tilfinningunni? Já. Þetta var sko, það var blað sem ég held að heiti ET-blaðið, það stóð fyrir einkatölvublaðið og á íslensku fjallaði tölvur og þeir dreifðu sem þetta í hverju mánuði disklingi með einhverjum pröfuhúbúnaði og ég sem sagt fekk að dreifa leiknum mínum þar. Já. Og síðan kemur bara umslag með brefi frá einhverjum, ég held jafnvel að ég muni að það verið frá Hólmavík. Já. Sem að það pantaði einhver eintak af leiknum og sendi mér 500 krónur og ég sendi síðan diskettu tilbaka. Ok. Hvernig leiku var þetta? Þetta var leikur sem að var svona play á snákaleikinn sem að var í Nokia símanum setna á eitthvað svo leiði sko. Sem sagt, það voru til alls konar útgáfur af þessum leikum, þeir voru alltaf ferkandar, þessum var alltaf bara hægt að beygja í 90 gráðu horn. Þetta var allavega, ég hef aldrei áður séð leik þar sem var svona frelsi til að beygja í hvaða átt sem er og það var einhver, þú veist, þetta var á íslensku og allavega, þannig að ekkert einhver stórkostleg uppfinning en bara þetta var einhver hugmynd sem ég hafði gert, búið til og selt og það var einmitt alveg frábær tilfinning sko. Já, kannski mikið á þeim tíma. Kannski engin stór peningur, en ég hugsa samt að 500 krónur þá kemur ekkert óvart að vera næstu í 500 skall í dag sko. Já, náttúrulega bara fyrir einhvern sem er 14 ára. Já. Fær hugmynd og framkvæmir og skapa verðmæti og algjörlega. Og þetta var, þú veist, svo var þetta, þessi leikur seldist dálítið og var, og þú veist, fríútgáfa með mjög mikið spiluð. Ég sá einhvern tímann sá ég heilt tölvuverð þar sem að næstum því allir voru að spila þennan leik og það er rauninni kannski gefur manni ennþá meira, sko. Það er að sjá þegar einhver er að nota það sem maður hefur búið til, sko. Já. Þú veist, það er ekki, peningurinn sjálfur sér ekki drifkrafturinn, hann er bara einhvers konar staðfesting á því að fólki líki við það sem maður hefur búið til. Já,
Já, þegar þú skapa verðmætin Já. sem aðrir meta þá. Já, akkurat. Já, einmitt. En þannig ertu 14 ára og hvað það sem að tekur svo við eftir þetta að þú uppgötar að þú getur búið til eitthvað og það einhver annar tilbúin að borga fyrir það? Já, þetta var nú, heldur nú kannski mikið í þessu, þú veist, maður var svona eitthvað að feikti að taka að sér sko bara, þú veist, það að kunna á tölvur var ekkert eitthvað bara kunna forrita heldur bara tóka mér einhvers layout verkefni búa til einhverja matseðla fyrir einhver fyrirtæki og bjóð til einhverja logo fyrir einhverja veitingastaði og svona eitthvað bara einhver tölvu vinna. Þetta var ég svona svolítið í bara þarna í seinni árunum í síðustu árunum í grunnskóla og síðan í menntaskólanum. Já. En síðan í rauninni kemur svona, fyrsta fyrirtæki sem ég stofna kemur með félögum mínum úr menntaskóla, ég fór í menntaskólan að Laugavatni, en komnir hérna í bæinn í háskólan, 3 okkar í tölvunarfræði og 1 í viðskiptafræði. Já. Og við endust ekkit voðalega mikið, allavega ekki þeir okkar sem voru tölvunarfræði megin þegar okkur datt í huga að stofna fyrirtæki og fara að sjá hvort við getum búið til peninga með því. Já. Og það var fyrirtæki Lón og Don, stofnað þá 1996 og var einmitt líka tölvuleikja fyrirtæki og við bjuggum til ótal hugmyndir, fullt af hlutum sem við gerðum og eitthvað af því sem við seldum, en svona það sem að Lón og Don komst svolítið á kortið fyrir allavega Íslandi var að við bjuggum til það sem að hét bara einfallega leikjapakki Lón og Don. Þetta voru svona orðaleikir, bara alveg frá því að vera, þú veist, hengingarleikur, svona hangmanleikur og eitthvað svoleiðis yfir í einhverja leiki sem við fundum upp sjálfur, en þó aðalega leikir sem að voru alveg til á ensku en höfðu aldrei verið búin til á íslensku áður. Já. Og þetta var svona sko tölvuleikir voru kannski ekki rosalega, þú veist, þeir voru klárlega þá þannig að það voru mest bara ungi strákar sem var að spila tölvuleiki. En þetta var svona meira eins og við sjáum með farsíma tölvuleikin í dag. Þetta náði markhópum sem voru allt öðruvísi. Bara, þú veist, fullorðið fólk sem að, þú veist, átti PC-tölvu heima og þú veist, hafði gaman að lesa crosscutter í tölvunni og eitthvað svoleiðis var markhópurum fyrir þetta. Já. Við náðum hann að samningum við, sko, fyrir utan að selja þetta beint sem gekk bara fínt. Við vorum að bæði, það var nú aðalega í gegnum búðir, þá vorum við beinlis, þetta var bara búin til einhver lager og við vorum að keyra út í einhverja tölvubúðir, einhverja diskettur sem að fólk var að kaupa. En síðan voru svona 2 samningar sem að gerðu mjög mikið fyrir okkur. Það var annars vegar námsgagnastofnun sem dreifðu þessu í skóla og þetta voru leikir sem að var vel hægt að færa rök fyrir því að væru bara góðir til kennslu og voru það. Og hins vegar við það sem að hét BT-tölvur sem að var margir minnur eftir BT-músinni, gul mús og það var blað sem að þeir sendu út allavega einu sinni í mánuði með einhverjum svona tilbóðum og alls konar hugbúnaði. En við sem sagt náðum samningi þar sem að leikjapakkinu okkar fylgdi með hverju einustu tölvu sem var seld frá BT. Já. Og í gegnum það þá urðum við sem sagt 1997 sem þá ári eftir að fyrirtækið stofnað, þá eigum við næst söluhæsta leikin á Íslandi og þá erum við að sleppa tölvunum það fylgdi með, bara bein sala á eftir fótboltaleik sem var Championship Manager og var svona undanfari svona manager fótboltaleikina sem hafa komið síðar sko. Já, og voru mitt gríðarlega vinsælir. Alveg gríðarlega vinsælir. Á þeim tíma. Hvað voru þið margir sem að stofnuðu þetta fyrirtæki? Við vorum 4 sem stofnuðum þetta. Við vorum 3 sem að gáum okkur alveg í þetta og vorum að vinna við þetta. Já. Og í rauninni mörguleiti sko kunnum mjög vel það sem við vorum að gera tæknilega, vissum hins vegar kannski ekki mikið hvað við vorum að gera í business, bara hvernig maður átt að verðleggja þetta, hvernig maður átt að markaðssetja þetta og svona hvernig átt að pakka inn vörunni, en að mörguleiti þá tókst það samt vel og þá lærði maður í rauninni bara í gegnum það að vera að gera þetta. Ég hugsa svona eftir á, þú veist, í fyrsta lagi það var engin markaðssetning, í öðru lagi þá var verðlagningin örugglega mjög lág, því þú spurðir áður 500 kallinn, sko, þetta er 5 árum seinna og við vorum að selja þetta fyrir 1000 kall, sko. Já. Og þetta var alveg, þetta hefði alveg örugglega þolað hærra verð og þetta búa til, hafa meira upp úr þessu. En þetta var nóg til þess, sko, þessir samningar sem ég var að vísa í þarna og þessi sala var alveg nóg til þess að svona, maður þurfti kannski ekki mikið á þessum árum, sko, en þetta var alveg nóg til að halda okkur gangandi þarna var alveg gott ár sem að við unnum bara við þetta, þetta var það eina sem við vorum að gera. Já, hvað var svona þitt hlutverk í teiminu? Var það að forrita
Já, ég var að forrita og leiddi kannski svolítið svona þróunina og síðan svona var það þannig að ég var ekki framkvæmdastjórinn til að byrja með en síðan var ég eiginlega orðinn það svona í verki með að við skiptum með mér þarna einhvers staðar á fyrsta árinu, þá skiptum við hlutur, sko, ég sem sagt var framkvæmdastjórinn líka Já. og í gegnum það þá svona fer maður að pæla eins meira í business og svoleiðis en ég samt kem alveg mjög hardcore úr tækni megin að í business heiminn og svona hefur leiðst út í business frekar heldur en að það hefur verið það sem að dró mig að þessu öllu saman. Sko. Já, einmitt, svo byrjar í forritun og vinnið upp þar. Já. En hvað, þú segir að þið voru í 1 ár þannig bara á fulli þessu 4. Já. Hvað það svo sem að teku við eftir þetta? Sko, það er frábær saga. Við erum búin að vera þarna í 1 ár í þessu og þessi leikjapakki er svona komin í einhverju dreifingu og einhvern tímann þetta þá sumarið 97 endalega, seint sumar 97 þá fær RÚV fréttir af þessu og það séu þarna einhverjir 4 strákar í Reisarbyggi einhvers þar á Birkimela eða 3 að búa til tölvuleiki og búa til litla frétt sem að kemur í fréttatímanum og daginn eftir þá fæ ég símtal og þá er á hinum endanum ágætur maður sem að spyr hvort við höfum einhvern tímann spáði því að fá til liðs við okkur fjárfesta. Ég hafði ekki einu sinni, sko, ég vissi ekki einu sinni hvað maðurinn átti við. Og það var, sko, það er hljómar fyndið núna, en þú veist, það var ekkert, þú veist, þessi svona frumkvöla vegferð sem að kannski svolítið, sko, núna, þú veist, mjög greinilega í bara bæði á Íslandi en líka bara í allri frumkvöla menningu. Svona þessi vísi fjárfesta leið að því að stofna og stækka fyrirtæki er bara eiginlega ekki til þarna, sko. Hún er svona, þú veist, .com-bólan er ekki einu sinni alveg byrjuð, sko, og hún er alveg klárlega ekki komin til Íslands. Þú veist, Ós var til sem fyrirtæki og ég held að höfum tekið viðtalið hérna við Guðjón, félagið minn einhvern tímann, og það var í rauninni svona ég held að ég geti fullyrt að það var alveg klárlega eina fyrirtæki á Íslandi sem hefði tekið inn vísifjárfestingu, hvað þá alþjóðlega vísifjárfestingu. En þetta var sem sagt, þetta var maður frá fyrirtæki sem hét Verðbréfastofan, minnir mig, og hann representeraði svona einhverja menn sem áttu peninga og langaði til þess að fjárfesta í áhugaverðum hlutum og það reyndar gekk nú síðan ekki saman með okkur en þá var líka verið að setja af stað apparat sem heit Íslenski hugbúnaðarsjóðurinn sem var fyrsti svona íslenski vísisjóðurinn eða einhver vísir að vísisjóði og þau enda sem sagt á að fjárfesta í leikjaþróun hjá okkur miklu metnaðarfyllri leikjaþróun vorum sem sagt lögðum að stað til að búa til svona frekar metnaðarfullan ævintýraleik byggðan á norrænu goðafræðinni og fengum sem sagt fjármögnun inn í það og drófum að borðinu alls konar snillinga við sjónum það að koma inn í að skrifa með okkur handrit og Friðrik Þór að leikstýra og eitthvað svona þannig að það voru stóra pælingar og það var mikið af þeim tengingum kom í gegnum fjárfestan okkar en á sama tíma þá vannmátum við algjörlega við vissum í rauninni ekkert hvað við vorum að fara út í og áttuðum okkur síðan á því svona yfir næstu 2 árin að þetta var svakalega stórt verkefni og þurfti í rauninni miklu meiri pening og við vissum ekki hvernig dreifi leiðir í svona alþjóðlegum leikjageira virkuðu og vorum bara að læra það svona on the fly. Þannig að þetta byggum til mjög lofandi svona pilot að þessu en síðan er sko .com-bólan líka komin alveg á fullt og það er annað flott fyrirtæki sem heitir Gagarin sem að vinna í alls konar svona, ekki kannski í leikjum en í svona sjónrænni markmiðlun á þessum tíma og það sem sagt gerist í rauninni aftur í gegnum fjárfestana okkar að við rennum saman fyrirtækjum Lón og Dón þar sem við vorum ennþá 4 og Gagarin sem voru heldur fleiri, kannski 6-7 á þeim tíma í bara mjög flott svona markmiðluna fyrirtæki og höldum áfram þessari leikjaþróun svona on the side en förum að vinna alls konar verkefni, auglýsinga, markmiðlun, vefsíður, tókum til dæmis þátt í, það var heimssýning 2000 sem að Ísland á með rosalega stóran og flottan bás
sem var hannaður af Gagarin og vorum þar með alls konar markmiðlun og hitt og þetta. Og þetta var svona, já, á þessum tíma var jafnvel verið að dreifa sko auglýsingaefni á geisladiskum, þú veist, það var verið hérna bara í hérna, jafnvel bara í fríposti sko, hérna, og hérna þá vorum við að búa til allskis svona efni. Mjög mikið, þetta var mjög grafískt, svona, það var okkar ær og kýr, grafísk markmiðlunarhönnun, og síðan alls konar nýsköpun sem var tengd því, og Gagarin, já, flög nokkuð hátt og töluvert mikið pening hérna í kringum .com vöxtin og svona bóluna, reyndum alls konar hluti og fullt af því var algjörlega frábært, en hérna margt af því gekk ekki eftir og sannarlega ekki síðan fjármögnun í framhaldinu þegar bólan sprakk. En í millitíðinni þá seldi ég hlutin minn þarna út úr Gagarin og fór sem sagt inn í fór í það að stofna fyrirtæki mitt með Guðjóni Má sem að Maskína. Já. Og var þá svona elda farsímana sem voru þá komnir þannig lagað sko. Já. Á framfæri. Gagarin síðan held áfram og í rauninni ennþá til þó að það síðan mörguleiti allt annað fyrirtæki núna og að gera stórkostlega hluti sérstaklega að hanna söfn og framsetningar í söfnum bara og tökum sem dæmi Þjóðminjasafnið og lafasendir á Hvolsvelli og hitt og þetta. Já. Einmitt. En þannig má í rauninni segja að vera svolítið svona umbreyting á ferlinu og þér að fara úr því að vera forritari yfir að vera framkvæmdastjóri á þessu tímabili. Já, það var hjá Lónadón og það hvíldi algjörlega á mér eða sem sagt hvíldi á, þú veist, ég tók það algjörlega að mér að svona reyna að finna út úr businessliðin á þessu, leiddi samtölin við þessa fjárfesta, var framkvæmdastjóri og þar með ábyrgur fyrir þessu öllu og var verkstjórin í sjálfu sér yfir leikjaforritunni líka. Var samt alltaf, allan tíman, sko, þetta nú það lítið líka, var allan tíman hands-on í að búa til hluti, forrita, teikna og hitt og þetta. En já, þarna kemur svona hinn vinkillinn inn í þetta. En bara það nú samt svona ég held alveg klárlega á þeim tíma og jafnvel má segja sko einhverju leyti ennþá sko þá líður mér best bara þegar ég með puttana á leiklaborðinu og getur verið að búa eitthvað til sko. Já, slá inn kóða. Já, slá inn kóða frekar en tölvupost sko. Já. Sjá hlutina gerast á skjánum. Já, nákvæmlega. Já, einmitt. En þið farið þannig að þú Guðjón Már farið í eitthvað annað verkefni. Já. Hvað er það sem við vorum að vinna í eftir þetta? Já, við stofnum þess að fyrirtæki sem heit Maskína, það stofnað árið 2000 og það var í rauninni stofnum það tveir og svona ég fæ með mér, eða við fáum með okkur nokkuð stóran hóp, Guðjón var í Ós þá og hann var ekki day to day í Maskínu, en við förum að stað og erum að elta þarna sko þetta er svolítið fyndið sko, rétt eins og með .com-bóluna þá var að mörguleiti búið að teikna upp hvernig internetið varð síðan sko bara miklu setna. Mjög mikið af þeim hugmyndum sem að flugu hátt og kannski krössuðu og var jafnvel hlegið að sko í .com-bólunni eru síðan hluti sem okkur finnast sjálfsagðir í dag. Samfélagsmiðlar, verslun á netinu, bara við gerum við gerum mjög margt á netinu sem að var framsýnt fólk var búið að sjá fyrir sér þá en bara heimurinn var ekki tilbúin, tæknin var ekki tilbúin fyrir það. Og það var eins með farsímana sko, ég held að það var mjög gaman, kynntist fullt af fólki bæði á Íslandi og annars staðar sem var að velta fyrir sér hvert farsímatæknin myndi fara. Og ég held nú kannski að það sé erfitt að segja að einhver hafi séð fyrir sér beinlínis sko snjallsíman með sko snertiskjánum eins og við þekkjum hann í dag, en í rauninni allt sem við getum gert með honum var fólk, þú veist, að við myndum borga með farsímunum, að við myndum hafa aðgang að öllu internetinu í farsímunum, við myndum spila tölvuleiki á farsímunum sem framvegis voru allt saman hluti sem fólk var búið að átta sig á. Já. En eins og í rauninni með vefinn bara gerðist hlutinni miklu hægar og við vorum svona svolítið að skoða hvað þetta að gera þarna, hvað þetta að gera með staðsetningaþjónustu til dæmis, kort fórum að fiktum okkur aðeins áfram með það fiktum okkur líka áfram með og unnum með sko eiginlega skrítið aftur að segja það núna en á þessum tíma
þá voru SIM-korta framleiðendur sem að framleiða sko SIM-korti sem fer, eða fór, það ekki einu svona SIM-korti í símum lengur sko, fór inn í síman, að þar var hugbúnaður og þau voru svolítið að keppa við sko, það var ekkert alveg ljóst hvort að það yrði farsímaframleiðandinn eða farsímafyrirtækið eða jafnvel SIM-korta framleiðandi sem svona andlit símaþjónustunar gagnvart viðskiptavinunum. Í dag þetta sko, af þessum þremur allavega, þú veist, ef þú tekur upp símann og þú pælir varla í því hvaða fjarskiptafyrirtækið þú ert í sambandi við og þú pælir alveg örugglega ekki í því hver framleiddi SIM-kortið í símann, en SIM-korta framleiðandinn voru alveg contender, þú veist, hefðu alveg geta orðið ef að farsíma heimurinn hefði þróast aðeins öðruvísi, hefðu geta orðið, þú veist, þeir hefðu geta orðið þar sem við erum með App Store-ið okkar eða eitthvað þannig, sko. Og við vorum að búa til hugbúnað fyrir SIM-kort, það var svona annað sem við prófuðum, og síðan í rauninni það sem að virkar og það sem að flýgur hjá okkur að nota í rauninni bara miklu einfaldari tækni, þar að nota bara textaskilaboð í auglýsingaskyni. Og það getur vel verið einhverju muni eftir því það voru sumarið 2002, þá var varla hægt að kaupa sko gosflösku eða íspinna eða eitthvað öðru sem að það var svona einhverju kóðar sem maður átt að senda inn og aðtóa hvort maður hefði unnið einhvern vinning. Þetta var, allir þessi leikir voru keyrðir á lausnum sem við vorum að búa til og eins voru leikir bara það að geta sendt út SMS-skilaboð í auglýsingaskyni og svona einhverjir spurningaleikir og eitthvað það sem að svona SMS voru notuð til þess að senda fram og tilbaka. Útvarpsstöðvar keyra kannski einhverja spurningakönnun, nota SMS sem svör, allt þetta gat sem var þetta keyra áfram á þessum hugbúnaði og þetta var svona það sem virkaði best hjá okkur. Við ákváðum það, eða svona, tökum þann pól í hæðina að leiðin á markað með allt þetta væri gegnum farsímafyrirtækin og förum í rauninni þannig, höfum gert þetta aðeins öðruvís á Íslandi, vorum svo sem að vinna með öllum farsímafyrirtækjunum en okkar viðskiptavinir voru meira markaðsstofur sem voru síðan að sko selja, þú veist, Vífilfelli og MS og einhverjum, þú veist, þjónustuna sjálfa, þannig við vorum bara hugbúnaðarframleiðandi fyrir þessar markaðsstofur en ætluðum að taka þetta koncept, pakka því inn og selja þetta til fjarskiptafyrirtækja erlendis sem að gætu þá í rauninni hasla sér svipaðan völl og við vorum að gera á Íslandi. Og áttuðum okkur engan veginn á því hvað farsímafyrirtæki eru stór og lengi að hugsa og í rauninni hvað þarf bara mikla sölumennsku, sérstaklega þarna. Þetta snýrist alltaf með að hitta fólk auðliti til auðlitis auðvitað, væna og dæna og síðan sko var ekkert óeðlilegt að einhver ákvarðan að tæka einhverja vöru tæki 18 mánuði eða eitthvað svoleiðis sko. Og þetta var bara við fengum inn töluverðan pening frá þetta var í fyrsta sinn sem ég fekk til dæmis inn fjárfestingu frá erlendum sjóði, sænskum sjóði inn í það sem við vorum að gera og bara mjög í rauninni svona lukratíft tækifæri að elda en alls ekki brendum í gegnum þennan pening, stækkuðum fyrirtækið mjög hratt upp í 25 manns mjög mikið á þróunarhliðinni miklu meira heldur en á go-to-market hliðinni sem svona kannski algengur pittur sem maður dettur í að sérstaklega komandi frá tæknihliðinni að svona yfir fjárfesta kannski svolítið í tækninu og fatt ekki hvað þarf að fjárfesta mikið í markaðsliðinni og brendum bara allt og hrætt í gegnum þennan pening með fullt í rauninni af opnum sölutækifærum en voðalega litlu sem var búið að loka og klára. Og þetta endaði sem þannig ég held ég eigi ennþá hlutabréf í norsku fyrirtæki sem var sem sagt í rauninni það voru við upp á Íslandi og svo norskt fyrirtæki sem var að gera mörg sambærilega hluti í Noregi, sömu fjárfestar og þeir svona hálfpartinn þvinguðu samruna þarna, við unnum saman í einhver halvt árið eitthvað þess að ég sá að það var ekki fyrir mig og þetta var kannski ekki byrjunis að fara að fljúga, þannig að þá yfirgaf ég það. Þannig að þarna var ég í rauninni, þarna var ég búið með 2 startup og eitt þeirra gekk nokkuð vel og ég seldi mig út úr því og númer 2 í rauninni var miklu stærra og metnaðarfyllra en var svona, flög frekar hátt en krassaði frekar illa sko. Hvað myndirðu segja svona væri fyrir þig stæðsti lærdóminn af þessu verkefni?
þarna? Sko þarna fara alveg klálega að koma einhverja leksíu varandi markaðssetningu og sölumál Já. sem að var aftur í, kannski kom inn á það aðeins með sko leikina, Lónadón-leikina, það er svona grísuðum við svolítið á að gera rétt og það er náttúrulega, eða gera ágætlega og það er kannski líka einn leksí að maður lærir miklu meira af því sem að mistekst heldur en af því sem tekst vel og þetta til dæmis með að sko að bara yfirhöfuð einhver gæti tekið sér meira en ári að hugsa eitthvað, það hefði bara ekki á þessum tíma er það bara mörg prósent af ævinni sko, það veist hvernig nennir fólk þessu en það, já, svona fara að átta sig á því sko það fyrir svolítið eftir eðli vörunar hvernig þarf að markaðssetja, hvernig þarf að selja hana og hvers konar sölumódel virka og það getur kallað á mjög mismunandi fjármögnun og mjög mismunandi uppbyggingu á fyrirtæki eftir hvort þú ætlar að fara í, til dæmis bara með þessa vöru hvort þú ætlar að fara algjörlega enterprise með einu í þetta og reyna að selja símafyrirtækjunum sem eru klálega stór tækifæri en rosalega löng eða þú veist, ætlum við að einbeita okkur að því að láta litla markaðsstofur, þú veist, nota þetta sem eru örugglega, þú veist, mjög fljótar að hugsa og þú veist, og vilja prófa nýja hluti hratt sem hefði þá líka verið allt öðruvísi starf, sennilega léttara sölumegin en meira verið að halla sér inn í markaðssetninguna og koma sér á framfæri á mismunandi mörkuðum. Þannig að ég held að svona, að þú spurðir hvaða leksíu, þá held ég að sko, svona þetta að fara aðeins að átta sig á því að tækni er eitt, svo er sko vara sem er annað og varan er í rauninni hvernig þú tekur tæknina sem þú getur búið til og pakkar hann inn og sama tæknin getur verið margar ólíkar vörur og því að varan skilgreinist líka á því hver er kaupandinn, hvert er verðið, hvernig talar hana, hvert er brandið auðvitað og allt þetta sko en bakvið er kannski sama tæknin jafnvel bara með mjög lítið breyttu viðmóti og lítið breyttu eiginleikum. Já, einmitt. Hvaða ár er þetta þannig sem að þú ferð út úr þessu verkefni? Það er 2004 2003 þá fer ég út úr maskínu sem að þá hét Viva Nordic var Já, það var þetta búið að sameinast Já, einmitt þannig að vann hann dálítið, eins og ég segis það hafi ekki verið sko fyrirtækið er stofnað maskín stofnað 2000 sameinast 2003 og haustið 2003 þá fer ég út úr því og svona veit ekki alveg hvað ég er að fara að gera næst sko. Nei En hvaða verkefni er það svona sem að teku fljótlega við þarna? Það var svona eitt og annað sem ég hljóp í þarna í einhvern smá tíma hjálpaði einmitt Guðjóni við að setja upp einhverja ráðstefnu og keyrði það áfram og mjög skemmtilegt verkefni ég svona horfið stundið tilbaka og ég var nú einmitt að tala við einhvern ráðstefnuhaldar bara í síðustu viku það setja saman ráðstefnu þetta glemur hefur aldrei gert það áður mjög skemmtilegt verkefni ég veist að 90% af vinnunni hafi verið eitthvað sem ég sá ekki fyrir þegar maður veit ekki þegar maður veit ekki hvað maður er að fara út í þá áttar maður þessi ekki á því hvað þarf að halda utanum rosaleg vinna og maður átti þannig marga bolta og sumaður aftur svona urðu til á leiðinu og maður vissi ekki að þyrfti að leysa en síðan kemur dagurinn og ráðstefnin er haldinn og svo er þetta bara búið maður bara aldrei að hugsa þetta aftur Nei. og það er sko svona típa af verkefnum sem maður kemst ekki, allavega í mínum bransa kemst mjög sjaldan í hugbúnaður, það þarf endalaust að viðhalda honum og uppfæra hann og passa hann sé up to date og öruggur og allt þetta en svona verkefni sem bara ferði gegnum það og svo bara einn daginn er það búið og þú þarf aldrei að hugsa það aftur það er einhver svona ákveðin svona gleði í því að vera í þannig verkefnum og ég hef stundum rætt þetta við konuna mína sko, hún hefur bæði verið í ráðgjafabransanum sem er meira kannski svona verkefni en líka verið að vinna hjá hugbúnaðarfyrirtækjum þar sem að hún er að fylgja hugbúnaði eftir í langan tíma og við höfum svona talað það að fólk sem hefur farið á milli pendúllinn sveiflast svolítið sko grasið er alltaf pínu grænna hinum megin sko þegar þú ert í ráðgjafabransanum þá færðu þetta að sko verkefnin klárast og það er svona einhver gleði sem kemur af því en svo ferðu að sakna þess að þú veist kannski ekki alveg hvað varðum það sem þú bjóst til eða hvort að ráðin sem þú gafst gerðu í raun og veru gagn og svo framvegis
þá fyrir að vera gaman að þú veist fara inn í eitthvað það sem er verið að búa eitthvað til, fylgja einhver eftir til langt tíma, svo þú fær kannski ekki þetta sama sens af því að þú veist eitthvað er raunverulega búið og þú þarft ekki mikið að hugsa það aftur, en þú fær allavega að sjá hvort að ákvarðanir sem þú tókst og átti þátt í að taka hjálpuðu til lengri tíma. Já, einmitt, kostur og galla við bæði. Já. En náttúrulega bara eins og með hugbúnaðar verkefni eins og nefni, það náttúrulega klárast aldrei. Það er náttúrulega bara eilíða verkefni. Einmitt, eins skrítið og það sko, þá þá hef ég aldrei séð ég hef aldrei séð hugbúnað sem er tilbúin sko. Nei, það er rétt. Og svo hann að 2008 þá stofnaru ekki Datamarket. Jú, sko í millitíðinni þá stofnaði ég fyrirtæki sem heitir Spurl og var hún eiginlega óvart ætlaði mér alls ekki fór ég eftir Víva eða eftir Maskínu fór ég í háskólan vissi svo mikið alveg hvað ég var að læra og var að taka einhverja kursi í líffræði og einhverja í heimspeki og svona eitthvað að pæla í já kannski sérstaklega hvernig þeir hluti getur tengst inn í tæknigeirann, þú veist bara komandi með einhverja þekkingu tæknigeiranum ég hefði lært fullt á því að fara og klára tölvunarfræðina en fannst ég kannski kunna alls konar hluti þar þannig ég vildi frekar mixa því saman við eitthvað annað og sjá hvort að kviknuðu einhverjar hugmyndir og pælingar það gerðist en það var örugglega ekki tengt hvorki í líffræðinni í heimspekinni en ég hafði einhverja þörf eða fannst ég hafa þörf fyrir það að halda utan að geta deilt með öðrum áhugaverðu hluti sem ég rakst á internetinu og bjór til í rauninni lítið forrit sem hét Spurl sem að í rauninni gekk bara út á það að posta og svona hálfgert feed hlutum sem að voru áhugaverðir á internetinu og geta fundið á sjálfur seinna og deila þessu með vinum og þetta er svona eins og hvað maður segja, þetta er eins og Twitter það mætti bara senda linka á Twitter það er það er svona pínulítið hægt að líka því saman við það þetta var búið til á 7 dögum bara fyrir mig og nokkra vinir mína sem að fannst þetta sniðugt og þarna mitt lendi í því sem ég hef í rauninni ekki lendi jafn mikið aftur að þetta fór væral og það voru sérstaklega stór bloggsvæði í Bandaríkjunum 2-3 sem að postuðu þetta og ég fekk sko á fyrstu 4 vikunum yfir 100.000 notendur að þessari þjónustu sem var bara líka tæknilega krefjandi og svona en líka alveg rosalega gaman og það var ekkert það var ekkert business model, þetta átti ekki að vera einhver business og það var ekkert, það var alls ekki ljóst hvernig það ætti að koma svona í verð en þetta var svaka gaman og samt í rauninni nógu ódýrt til þess að það var ekkert mála, gerum þetta bara, sjáum hvað gerist og smíða þetta held þessu við og þetta vex þarna yfir sko næstu, ekki 1,5 árið eitthvað svoleiðis upp í nokkur 100.000 notendur, við varum alveg klálega með það hef ekki verið svona þegar mest var 50.000 alveg virkilega virkir notendur á þessu og þarna var að renna í gegn svona, alls konar hluti sem við myndum að kalla mím og og svona greinar, pólitík og hitt og þetta sem að fólk var að rekast á internetinu bjóð til einhverja topplista, hvað er vinsælast í heiminum í dag, hvað er vinsælast í mismunandi löndum og eitthvað svona og fór svona að reyna að retrofitta einhvers konar business model á þetta langaði ekki sennilega ranglega að hafa þetta auglýsingadrifið þannig að það sem að mér datt í huga hvað við gerum úr þessu rosalega góða leit þannig erum við að fá fullt af fólki til þess að segja hvað því finnst best á internetinu allavega í dag, hvað finnst áhugavert og það er jafnvel að skrifa lýsingar og flokka þetta eitthvað og svona að það væri að nota þessar upplýsingar til að gera enn betri leit heldur en sko Google var allir eins gott að það núna en það var samt orðið ráðandi á þessum tíma en svona þetta væri gögn sem að geti nýst þess að búa til góða vefleit og eins og tilvíðanir eru þá fer ég að vinna með leitartækni og búum til alveg áhugaverða hluti þar og svo endar það í rauninni þannig að þetta síminn er þarna á þessum tíma að stofna já.is spinna út símaskráni sem að hefur bara verið gefin út á pappír þannig var eitthvað komin á netið og þau vantar inn í þetta nýja fyrirtæki þá vantar þau leitartækni þannig að þau síminn gerir tilboð í Spurl sem leitartækni fyrirtæki það er ekkert með þetta
social bookmarking eða svona halda utan efni á netinu dæmi að gera, heldur bara utan leitatæknina. Þannig við endum á að selja sem sagt í rauninni social bookmarking hlutan sér og fyrirtækið inn í Já og verðum sem sagt í rauninni tæknideildin hjá Já sem byggir þá upp sem sagt já.is og alla leitina þar með snillingunum sem voru síðan hinum megin að selja í rauninni gulu síðurnar voru svona, stóri parturinn sem voru þá auglýsingar og selja fyrirtækjum bara aðgang að notendum og já.is var þarna á þessum tíma þriðji mest notaði vefurinn á Íslandi á eftir MBL og Vísi eða eitthvað þannig og já, einbyttum okkur að því og ég fer samhliða því að vinna mjög mikið með símanum og svona skipta samsteypunni sem var átti þá Já var að spinna því út en líka alls konar öðrum hlutum, þetta svona í aðdraganda þetta svona 2006, 7 og 8 sem ég að vinna þarna. Já, þannig að þeir kaupa sér svo leitavélatækna sem verður með og þú ferð og vinnur áfram í því fyrir þá. Já, vinn í því en ég var svona 50-50 með sko annars vegar Já og tæknina þar og síðan í svona nýþróun hjá símanum og skiptum. Og þetta bara stærsta verkefni mitt hjá samsteypunni var svona að vera sá sem átti kannski svolítið business hliðina og þjónustu frambóðið þegar að 3G var innleitt á Íslandi sem var þá samhliða því að Nova tilkynnir að þau ætla að koma að marka og bjóða upp á 3G sem var þá langmesta hárhraða þráðlausa þjónustan sem til var og það svona ítti á síman að gera það sama, að fara sér til 3G væðinguna og ég átti svona skulum segja vöru frambóðs hliðina á því hvernig átt að pakka inn bæði gagnapökkunum og eitthvað svona, en líka bara fólk vissi ekki alveg í hvað þetta notað sko, bara sem dæmi, þú veist það voru rosalega margir sem trúðu á útsendingu á sjónvarpsefni í síma, það er að segja línulega dagskrá í farsíma og þú veist, það var ekkert augljóst að það væri rangt á þeim tíma en það hefur lítið orðið af henni núna sko. Já, þetta aðeins breytt í dag. Já. En hvers vegna voru þið svona framarlega á þessum tíma með þessa leitavélatækni sem þið voru búin að þróa? Sko við vorum alveg örugglega framarlega á Íslandi að segja, og það var örugglega ekki margt annað svona eftir á að hyggja, það ekki mörgunu teimi sem að Já hefði getað fengið til liðsvísi sem hefði getað leyst þessi máljafn vel og viðgátum en við vorum að byggja á og svona kjarnin í spurningunni, svarið við kjarnanum á spurningunni felst í því að þetta var byggt á rosalega öflugum open source hugbúnaði og við vorum svolítið mikið að fylgjast með því sem var að gerast þar og svona bara vorum að tilengja okkur þessa tækni þegar hún var að koma fram. Þetta var í rauninni að fara frá því að vera að leitatækni hefði verið þróuð mjög proprietary inn í stórum fyrirtækjum yfir í það voru að koma fram svona opnar hugbúnaðarlausnir sem voru bara sem stóðust þeim fullkomlega snúning og var þetta einlega þannig að þar liggur það. Já, einmitt. Og þú ert hvað lengi þannig hjá Símanum að vinna þessu? Rúmlega 2 ár. Rúmlega 2 ár? Já, ég langar að segja ég held að við höfum klárað samningin í maí 2006 og síðan það í september 2008 sem ég hætti hjá Símanum. Já, þannig að þegar Síminn kaupir þess að lausna ykkur og þá það svona ákveðin kannski earn-out structure sem að þið Það var það reyndar ekki sko, en það var bara, það var náttúrulega mikil viðbrigði, þetta var það í fyrsta sinn sem ég prófaði að vinna fyrir einhvern annan en sjálfa mig og fór inn í svona stórt og rótgróðu fyrirtæki, rosa margt gott, líka, þú veist, hlutir sem voru kannski ekki alveg jafn góðir, bara svona maður var að kynnast í fyrsta sinn fyrirtækjapólitík og svona hlutum sem að sko, stór fyrirtæki eru ég meina, Síminn nú kannski, ennþá stóra á íslenskum mælikvarða en þú veist, þetta svona þú veist, þau voru þarna einhvers staðar yfir 1000 starfsmenn allavega, sko í samsteypunni á þessum tíma og það fylgir því bæði tímanum og stærðinni fylgja bara svona hlutir sem að verða erfiðir, en á sama tíma þá miklu auðveldara fyrir fyrirtæki að þegar fyrirtæki komið á skrið og er þokkalega stórt þá
margfalt meira pláss fyrir svona, þú veist, að vera ekki alveg með alla hlutina á hreinu, heldur en í litlu fyrirtæki þar sem að þú ert kannski með tiltölulega lítið fjárflæði og svo framvegis, sko. Þannig að það eru klálega, eins og ég segi, það eru fullt af góðum hlutum við stór fyrirtæki, en það fylgja þeim líka, virðist vera alveg óhjákvæmilega, alls konar flækjustig sem að gerir svona fólk sem að kannski halla sem, þú veit, vill hreyfa sér hratt, vill elta hugmyndir hratt og prófa hluti hratt, jafnvel prófa hluti og feila hratt, að það er ekki mörgum stórfyrirtækjum sem hefur tekist að búa til umhverfi sem að gerir það vel. Nei, einmitt. Og Síminn var alveg, þú veist, dæmum þarna og mótið var fullt af frábærum tækifærum og fullt af frábæru fólki sem að maður fekk að vinna með og kynnast og unni með mörgum seinna. Já, ég geti með ímynda mér að það getur hafa verið svolítið krefjandi fyrir þessum tíma að vera að koma úr þessu frumkvöðla svona umhverfið þar sem þeir voru búin að vera að hreyfa ykkur rosalega hratt og lítið teymi yfir í eins og nefnir eitthvað svona stórfyrirtæki sem ákvörðunartakan kannski töluvert lengri. Já, það var það. Sama tíma líka að fá í fyrsta sinn að upplifa það að vera með sko alvöru resource á bakvið hlutina þegar átt að láta reyna á þá. Já. Það var líka mjög mikilvæg reynsla, sko. Sjá bara, þú veist, að það hægt að gera hlutina svo miklu betur ef maður getur sett þunga svona stórt fyrirtækis á bakvið það, sko. Það kemur til dæmis eins og 3G innleiðingin sem dæmi. Þetta var stærsta verkefni fyrirtækisins. Þarna í einhver, þú veist, á þessum árum og það var bara, það var sko slagkraftur þegar það var ákveðið að beita honum. Já, einmitt. En þannig ferðu úr Símonum og stofna svona datamarket árið 2008. Já. Hvaðan kveiknar sú hugmynd? Hún kveiknar hjá Símanum því að aftur þarna ég var að kynnast í fyrsta sinn að hafa svona aðgang, eða bara hafa pening til þess að ef það vantaði til dæmis og bara fer beint í þetta, að vantaði gögn til þess að byggja einhver ákvarðanatöku á, til dæmis viðskipta áætlunina fyrir þriðju kynslóð farsímatengingar, þá var til peningur til þess að bara kaupa bestu skýrslunar og sækja bestu gögnin og svo framvegis og mér fannst þessi heimur allur eitthvað svo gamaldags og óþjáll. Flest af því sem maður var að kaupa, jafnvel dýrum dómum, voru einhver PDF-skjöl. Ég var síðan rosa mikið að reyna að módela þetta í einhver viðskiptalíkun og eitthvað svoleiðis, þannig að maður var endalaust að copy-pasta tölur úr PDF-skjölum til þess að setja þér upp í Excel-skjölum til þess að geta búið til graf sem síðan fór inn í einhverja kynningu og þetta var einhvern veginn, þetta var ekki, það voru margar leiðir til þess að gera þetta ferli librara. Þannig að hugmyndin á bak við datamarket felst kannski svolítið í nafninu og langaði til að búa til markaðsvæði fyrir gögn, þar sem að það væri miklu auðveldara þar sem að þau sem þyrftu á gögnum að halda gætu nálgast á miklu auðveldari hátt og á því formi sem þau þyrftu og þeir sem að væru að framleiða gögn gætu komið þeim á framfæri á markaðsvæði þar sem margir væri að leita gagna. Og til þess að koma hlutinu á stað, það erfiðasta við að stofna markað er að þú þarft bæði að stefna kaupendum og seljendum inn til þess að hann virki. Það er að segja að það þarf bæði að vera framboð og það þarf að vera eftirspurn til þess að einhver sjái sér hagi að vera þar. Og við ákveðum þetta að byrja í rauninni á framboðsliðinni og taka þá gögn sem að fyrirtæki þyrftu að nota en væru opin og ókeypis, sem eru þá aðalega gögn sem eru framleidd af opinberum aðilum. Á Íslandi, Hagstofan, Seðlabankinn, það hefði ekki heita fasteignaskrá á þeim tíma, þú veist búið til gögnum húsnæðismarkaðum svo framvegis og tókum saman gögn frá svona aðilum, settum þá inn í þetta markaðsvæði, þannig að maður hægt að leita á þeim á einu stað og bera þau saman og sækja þau auðvitað á svo framvegis og síðan vorum við þá aftur í íslensku samhengi að reyna að fá inn gögn frá aðilum eins og Gallup eða einhverjum markaðsrannsóknar fyrirtækjum sem að væri þá í rauninni seld inn í sama viðmóti og inn í sama aðgangi. Já. Svo gerist það í rauninni bara mánuði eftir að ég hætti endalega, ég sagði upp held ég í byrjun sumars og var að vinna fram í september og þá erum við að fara af stað með datamarket og í október kemur hrunið fræga. Þá verður aftur bara rosalega eftirspurn eftir gögnum íslenskan efnahag og bara svona einhverju gagnaframsetningu á öllu því sem var að gerast út af því að bara, þú veist, svona hlutir sem fólk hafði ekki pælt mikið í eins og jafnvel bara, þú veist, stýrivextir og verðbólga og þjóðaframleiðsla og
skuldir og viðskiptajöfnuður og eitthvað svona, einhver orð sem að þú veist hérna, kannski er aðeins farið að fenni verða núna en í þú veist 5 ári kringum hrunið þá vissu allir, þú veist hérna einhvern veginn, þá vildu allir vita allt um þetta og við upplifum hérna svakalega eftirspurn eftir í rauninni, kannski ekki endilega seldum gögnum, heldur bara framsetningu og aðgengi að þessum efnahagsgögnum og það mótaði svolítið svona fyrirtækið og við eltum þetta síðan víðar en hann 2008, 2009, 2010 þá erum við svolítið mikið bara, veist, náum að byggja upp ágætan business á Íslandi í kringum þetta og síðan tökum við þetta tökum inn í þetta erlenda gagnasorsa Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðabankan og svona einhverjar hérna lokal hagstofur hér og þar í heiminum byggjum upp alveg gríðarlega stóran gagnabanka, ég held að við höfum verið með 400 gagnaveitur þannig inni þegar mest var og þegar okkur finnst við hafa eitthvað til að selja þá flytt ég til Bandaríkjanna og set til Boston, set upp sölu og markastarf þar og við fyrir svona að elta þetta. Það endar í rauninni þannig síðan að það verður hugbúnaðurinn frekar heldur en gögnin sem að gengur upp. Prófuðum margt og þú veit náðum alveg einhverjum viðskiptavinum á gögnin en hérna okkar stærstu samningar voru í rauninni við gagnaeigendur sem vildu þá nota okkar tól til að koma sínum gögnum á framfæri, í rauninni ekki many to many marketplace, heldur marketplace fyrir þá eins og stórt markaðsansóknar fyrirtæki til að koma sínum gögnum bara til sinna viðskiptavinu og engra annara. Þannig við vorum að læsensera hugbúnað. Byggjum þetta upp hérna, þú veist þetta, við náð $2 milljón í tekjur á fyrsta árinu okkar úti, 2013 og á sama tíma þá sem sagt kemur byggist upp samband við viðskiptagreindar fyrirtæki á þessum tíma sko, núna þekkir fólk örugglega best Power BI á þessum hérna markaði svona lepura viðskiptagreinda tóla en síðan Tableau og Qlik, þetta voru svona 3 fyrirtæki sem voru svolítið að hérna Power BI er frá Microsoft en Tableau og Qlik voru sjálfstæð fyrirtæki og öll höfðu þið svolítið áhuga á því að þar er fólk að vinna með innri gögnin sín, gögnin úr rekstrinum og margir búin að sjá að með því að blanda saman ytri og innri gögnum þá var þetta búið til aukin verðmæti. Dæmi, þú getur vitað, þú veist við erum að tala um bandaríska markaðinn, þú getur vitað nákvæmlega sölutölurnar þínar brotna niður eftir kannski póstnúmerum en þú veist ekki hvað búa margir í póstnúmerinu þá segir talaði rosalega lítið. Þetta er svona einfalt dæmi um það hvernig þú verður í rauninni að tengja saman einhver ytri og innri gögn til þess að skilja hvað gögnin er að segja þér. Og þessi viðskiptagreinda fyrirtæki þau trúa sem sagt á þessa sýn að það að blanda saman ytri og innri gögnum sé framtíðin og það sé þá hægt að veita, selja þjónustu að veita ytri gögnum inn til viðskiptavinina sem annars voru bara að kaupa að þeim eins hugbúnað borga fyrir hann einu sinni að þetta væri áskriftarþjónusta sem var þetta bæta við og til að gera langa sögu stutta þá gerir sem eitt þessar fyrirtækja Qlik tilboð í datamarket og eftir langa og flókna lotu aðalega út af því að hér voru gjaldeyrishöft og það þurfti að semja við Seðlabankann um alla peningaflutninga og eitthvað svoleiðis en líka bara því að við höfum aldrei selt fyrirtæki til útlanda áður og fjárfestarnir okkar höfðu aldrei selt fyrirtæki til útlanda áður og lögfræðingarnir okkar höfðu aldrei komið að því að selja fyrirtæki til útlanda og svona þá var kannski óþarf að flækjast í þessu en haustið 2014 þá var datamarket selt til Qlik sem að þá var 2000 manna fyrirtæki var með cirka $0,5 milljón í veltu og þar með í rauninni meir en 100 sinnum stærra heldur en við og við förum þar inn og ég tek sem þar við starfi sem framkvæmdastjóri vöruþróunar svona ekki í topplæginu, ekki í framkvæmdastjórnarlæginu eða sjálfur svona executive teiminu en svona í næsta lægi þar fyrir neðan sem stjórnandi inn í stóru alþjóðlegu fyrirtæki sem var skráð á Nasdaq á þeim tíma sem var annar svona skóli þú veist svaka skóli að fara frá spurl yfir í skipti og símasamsteypuna en alveg klárlega næsta stig í því MBA-námi að fara inn í alþjóðlegt fyrirtæki sem var með sölu í 50 löndum og mikil umbreyting. Mjög mikil umbreyting. En hvernig var eins og á þessu tíma söluferli á datamarket félaginu, hvað var þetta langt? Það var 9 mánuðir. Það var 9 mánuðir. Já, það gekk mjög hratt, við kynntumst þeim mjög hratt
Já. Var nú bara að rifja þessa tímalínu upp daginn. Fyrsti fundurinn var snemma í nóvember, kannski 10. nóvember, eða eitthvað 2013, og 5 vikum setna þá komið letter of intent og í rauninni komið sko kaupverð og öll svona head of terms, öll aðalatriðin í samningnum og það var búið að leggja þau fram. Já. Og eftir það í rauninni bara samningagerðin eftir, en það var hún sem að tók svona svakalega langan tíma aftur aðalega vegna þess að sko, þetta er náttúrulega bandarískt fyrirtæki, þau voru ekki með vöna að kaupa fyrirtæki, þau aldrei keypt fyrirtæki utan Bandaríkjanna heldur. Gjaldeyrishöftin voru, margir kaupendur hefðu bara hlaupið í burtu og sagt, já, nei, þetta er eitthvað flækjustig sem við erum ekki að fara að taka einhverja áhættu af eða fara að hjálpa ykkur að finna eða vinna með ykkur í að finna út úr. Já. En í rauninni að einhverju leyti voru kaupendurnir líka bara þolinmóðir og hjálplegir. En þetta tók svolítið langan tíma og svona tímabili þá leið mér eins og ég væri með 4 viðsemjendur á sama tíma. Það var í rauninni sko, það vorum við sem fyrirtæki, svo voru það fjárfestarnir okkar, svo var það Seðlabankinn og svo var það kaupandinn. Og það var, ég held alveg örugglega að það hafi komið upp einhverju hluti sem þetta vinn úr það sem var konflikt einhvers staðar á milli allra parana í þessari jöfnu. Já, sko. Og þú alltaf á milli. Já. Þannig að þetta var, ég ætla bara að leyfa mér að segja að þetta, eins asnalegt og það er að segja það, þá var þetta leiðilegasti tíminn á ferlinu mínum. Það var í rauninni þetta svona, sko, útkoman var frábær, og maður var að vinna að útkomu, en það var einhvern veginn alltaf, sko, markið var alltaf 4 vikur í burtu. Það var alltaf að færa. Allan þennan tíma, þá var markið 4 vikur í burtu og erfitt líka út af því að þegar markið er alltaf 4 vikur í burtu, þá er svo erfitt að setja stefnuna fyrir starfsfólkið, sko. Já. Að ætlum að vera að vinna í einhverju sem að er á, ef við erum sjálfstætt fyrirtæki áfram, ef þetta myndi, þetta fellur sjálfsög og við erum ekki að fara að selja, þá erum við að fara í eina átt. En það meikar engan sens að vinna í þá átt ef við erum hvort sem er að fara að breyta stefnu leið og kaupin gangi í gegn. Já. Og held að sé mjög algengt sem að gerðist hjá okkur að við mistum svolítið mikið niður boltan í okkar eigin rekstri á meðan við vorum að vinna í þessu vegna þess að þetta var, eins og ég segi, þetta var alltaf skammt undan og þetta var töluvert ólíkt, það sem við vorum að fara að gera eftir sölunum var töluvert ólíkt því sem við varum að gera sem sjálfstætt fyrirtæki. Já. Og það var í rauninni orðið þannig að sko ef að þetta hefði fallið sjálfsig þarna á síðustu metrunum þá hefðum við verið mjög erfiðri stöðu við að endurreisa fyrirtækið sjálfstætt. Þannig að þetta var og ég segi við alla sem að fara inn í einhverja svona viðræði núna að sko að aðalmálið er að muna að halda hlutunum gangandi, koma hlutunum einhvern veginn þannig fyrir, þetta áttir að taka svakalega athygli, en þú verður að koma hlutunum þannig fyrir að það sem er í gangi, það sem er að ganga, það haldi áfram og þú getur ekki verið að taka ákvarðanir út frá því að þú sést sennilega eða kannski að fara að gera eitthvað annað. Já, einmitt. Vissi starfsfólki á þessum tíma að þau værið í söluferli? Já, þau vissu það. Við upplýstum það alveg bara allavega, sko, sennilega einhverjum dögum áður en við fengum viljayfirlýsinguna sem var þannig desember 23 en það var náttúrulega með trúnaði og sérstaklega því að þetta var fyrirtæki sem er skráð á markað, það var náttúrulega ekkert fréttast, sko. Nei. Og það var magnað, sko, á endanum var ansi stór hópur, það voru lögfræðingur og endurskoðendur og hinir og þessi ráðgjafar sem þurfti að koma að málinu og mér fannst alveg magnað að í rauninni þá var ekki komna neinar sterkar sögusagnir eða neitt á kreikum þetta þegar við síðan tilkynum þetta loksins 1. október 1. nóvember 2014 að þá var þetta ennþá bara svona lokað í samt tiltölulega stórum hópi, sko. Já, hvað var það sem að kaupverðið endaði að vera? $15 million. $15 million. Já. Það var fullt af peningum og svona það var stór upphæð í svona viðskiptum á þeim tíma og ég er náttúrulega fullt af peningum, $15 million er ekki lítið en kannski samhengið var það að við vorum, sko, heildarfjármögnun fyrirtækisins hafi líka verið innan við $1,5 million eða innan við 2 tek svona það sem kom á allra fyrstu metrunum frá mér og svona mínum félögum þannig að þetta var hörkufín útkoma fyrir fjárfestana
og fyrir okkur og þetta var svona, þú veist, fyrir mig náttúrulega en líka bara fyrir flesta starfsmenn þá var þetta þannig, kom þetta þannig út að þetta breytti alveg lífi flestra sko, Já. þú veist, aftur ekki þannig að geta hægt að vinna en þú veist, en þannig að eiginlega allt annað sem þau geta verið gert hefði ekki komið jafnvel út peningalega en síðan sko hinum við þetta og það er svona önnur leksía sem ég hef tekið með mér í þessu, það er sko 95% af orkunni eða meira í þessi tímabili fór ég að tala dílinn og þú veist, verðið og einhverja skilmála í samningnum og þú veist að koma samningnum saman og bara láta þetta gerast og það fór rosalega lítil orka í að tala hvað ætla kaupandir að fá út úr þessu og hvernig ætlum við að tryggja að það verði að veruleika. Þannig að það var ekki verið að sko mála upp einhverja sterkar sýn það, ok, núna þegar loksins stílinn gengur í gegn, þá ætlum við öll að hlaupa rætt hingað. Þannig að og þú veist, og svona ætlum við að tryggja resursina á bakvið það og svona verður, þú veist, þetta teymi áfram með ákveðna sjálfstjórn til þess að það geti gert það sem það gerir best til þess að delivera því. Þannig að það var svona, og ég til dæmis var ekki lengur, þú veist, engum öðrum að kenna en mér það, en ég var ekki lengur að stýra, þú veist, þessu teymi sem var hérna på Íslandi. Ég var þá út í Boston, ég tók í rauninni að mér talsveit stærra hlutverk sem að, þetta var eitt af því sem að ég var að vinna að, en ég var í vöru stýringu, product management, sem ekki, þróun var ekki undir vöru stýringu, heldur til hliðar við vöru stýringu og það fengu allir á Íslandi yfirmann sem var erlendis, þau brotnuðu síðan fljótlega niður í nokkur teymi og kultúrinn datt svona sem við höfum byggt upp og vorum kannski sérstaklega meðvituð hérna en var mjög góður sko, tókst að búa til fínan kultúr, hann datt svona frekar hratt úr þessu. Þannig að spennan, þú veist, við réðum hérna, stækkuðum töluvert mikið, við vorum 15 þegar að fyrirtæki var selt, stækkuðum sjátt upp í svona 30 en sko við skiptum í rauninu, þú veist, af þeim 30 voru kannski 5 sem voru í upphaflega teyminu. Þannig að það skipti hérna mjög hratt teymi og svo fjaraði svona undan starfseminni hérna þegar að hún hafði í rauninni ekki einhvern svona vel skilgreindan tilgang. Já, en á þessum tíma þá verður þú sem sagt aftur orðin starfsmaður hjá stóra fyrirtækinu sem að kaupir. Já, akkurat. Já, og hvað er það þá sem að tekur við hjá þér og hvað varst í mörg ár í þeirri stöðu? Ég var í 3 ár, rúmlega 3 ár. Þar var, þú myndist á hann, earnout struktúr. Já. Ég hefði bara fína gulrót til þess að vera þarna og í rauninni sko á, þú veist, bandarísk millistjórnundalaun í skáðum fyrirtækjum eru hörku fín sko og stokkopsjónir og hitt og þetta sem að peningalega gerir rosa vel. Já. Og mér fannst þetta gaman, þú veist, mér fannst alltaf sem ég var að læra þarna vera gaman og svona vöru stýringin var skemmtileg, þú veist, það að móta þannig erum við 450 manna þróunarteymi sem að vinna í því að þróa áfram vöruna sem að maður að móta og stýra og tala við viðskiptavini og skilja hvað þeir vilja og hvert varan eigi að fara. Ég var einn af 4 talsmönnum fyrirtækisins út af við líka, teknilega. Ég fór í fjölmiðla þjálfun, kannski aðalega í því sem hvað ég mætti ekki segja af því við værum skráð fyrirtæki, en þar var líka, þú veist, hérna var maður með heilt teymi á bakvið það að sko hver er saga fyrirtækisins, hvernig erum við að tala okkur, hvernig erum við að sko staðsetja okkur á markanum sem var bara fagfólk í því sem var síðan að leggja upp í hendurnar á manni í rauninni punktana til þess að tala Það var gaman að sko fara í gegnum það og svona og læra það og sjá hvernig hlutinir eru gerðir. Svo reyndar gerðist það þarna á miðjum þessum 3 árum að sem sagt fyrirtækið tekið af markaði sennilega hægt að taka alveg heilan podcast þátt það, en það sem sagt hérna það gerist þannig að sem sagt að Tableau sem ég talaði á sem var okkar helsti samkeppnisaðili skilar slæmu uppgjöri og öll fyrirtækin á markaðnum falla og hérna síðan skiluðum við bara fínustu uppgjörin í millitíðinni þá sem sagt svona aktivista fjárfestir sem að svona umbreytinga fjárfestir sem að búin að kaupa 13% af hlutafénu eftir að það sunkaði niður. Og fer í rauninni fram á og fær líka fleiri hluthafa með sér í svona konsortium sem að segir hérna það þurfum við að gera breytingar á stjórnunarteyminu og hérna
kostnaðarstrúktúr fyrirtækisins sé í rauninni ekki í samræmi við benchmark, sé of hár sölukostnaðurinn hjá okkur með við aðra og allt sem hann í rauninni réttmætir hlutir, en hann þvingar svolítið fram söluferli á fyrirtækinu, þvingar í rauninni fram að nú að leita kaupendum fyrirtækinu. Það endar þannig að það eru 3 sjóðir sem að bjóða í fyrirtækið og bjóða þá í rauninni bara bjóðast þess að kaupa það af markaði, bara kaupa alla skráða hluti í félaginu og það endar endar á að selja fyrirtækið þeir endar á að kaupa fyrirtækið fyrir sjóður sem heitir Thoma Bravo, endar á að kaupa fyrirtækið fyrir réttrúmlega $3 milljarða og sem að var eitthvað töluvert yfir skráðugengi þá og alveg langt yfir botninum þannig að þessi umbreytingasjóður sem heitir Elliott Management, með minnir að þeir hafi grætt 280 milljónir á 2 eða 3 mánuðum með því að taka þessa stöðu í fyrirtækinu og kreista þetta fram og svo þetta private equity sjóður sem að kaupir okkur og þá kemur allt öðruvísi dýnamík. Þá þetta ekki lengur verða teikningar á framtíðarmynd og þú veist hversu stór getum orðið eftir 10 ár, þú veist hversu impactful getur tæknin okkar orðið eftir 10 ár, heldur hvernig getum við búið til peninga og borgað lánin sem þeir tóku til þess að kaupa okkur eins hratt og hægt þannig að þá farið að skera niður kostnað Var þetta skuldsett yfirtaka? Já, alveg í rjáfur mér minnir að 2 af þessum 3 milljörðum hafi í rauninni á endanum endað á bókunum okkar það er að segja að þeir kaupir var 3 milljarðar og þeir lögðu sjálfur fram ásamt sínum meðfjárfestum 1/3 af þeirri upphæð. Er það á þessum tíma sem að þú hættir? Nei, þetta bara mitt tímabili þarna. Þetta að gerast þarna. Þannig að þú heldur áfram eftir þetta? Kannski, já, ég held áfram í 1,5 ári eftir þetta, en það breyttist rosa mikið það breyttist rosa mikið kúltúrin og þú veist til dæmis CTO-inn, vinur minn og yfirmaður minn hjá fyrirtækinu sem að hafði svolítið verið svo sem hafði teiknað upp framtíðarsýnina, hafði líka teiknað upp hvar Datamarket átt að fitta inn í það og var sponsorinn á dílnum okkar. Þú veit, hann fer mjög mikið að missa áhugan á þessu vegna þess að það er alltaf bara verið að tala um hvernig getum við náð meira út úr rekstrinum bara í næsta mánuði í staðan fyrir hvað getur þetta orðið stórt og merkilegt eftir langan tíma þannig að það breyttist, það fór kvarnastolti úr hópnum sem að mér fannst mest gaman að vinna með og svo var það bara aftur, ég held að við kannski ekki komið neinum og alltaf síst mér á óvart að ég myndi ekki endast meira heldur en örn á tímabilið en ég vildi fara að gera eitthvað sjálfur en það var kannski þegar ég fór að horfa á dagatalið mitt og átta mig á því að minnstakosti helmingurinn af því sem ég var að gera í hverri viku var eitthvað sem ég varð að mæta en mér fannst hvorki ég vera að fá virði en ég skila virði út úr því og það var bara ekki vel farið með tíman. Orðið svolítið mikið kvöð þá. Já, einmitt. En við byggum út í Boston allan þennan tíma, við vorum þar í rauninni, fluttum út 2012 til þess að setja upp sölu og markaðsstarfi fyrir Datamarket, seljum fyrirtæki 2014 og síðan það 2018 þarna sem að ég hætti endanlega hjá Klikk. Já, og kemur þá heim til Íslands? Já. 2018. Þá ákveðum við fjölskyldan, ég og kona mín og strákurinn okkar sem að þá var 6 ára, ákveðum að fara aftur til Íslands og ákveðum líka að nota það tækifæri að við vorum öll á milli starfa og hann var á milli skóla og svona, það var enginn að fara að saknast og við tækjum hann úr skólanum og tókum hann alveg stóran part úr árinu 2018 til að ferðast heiminn. Fórum frá Boston, skildum við íbúðun okkar þar í apríl 2018 og ferðumst heiminn í 4 mánuði og lendum síðan á Íslandi miðjan ágúst 2018 og þá var hugmyndin að grid komin að stað og ég fer frekar hratt í það eftir að við lendum en þetta sumar þessi tími, þessi 4 mánuðir var alveg stórkostlegur og náttúrulega forréttindi að bara hafa tækifæri á því bæði hafa tímalega tækifæri á því en líka bara að geta gert þetta að hafa peningana til þess að gera það almennilega. Já, einmitt hafa frelsi til þess. En hvar þú talar um að hugmyndina grid var komið þá, var hún þá búin að kveikna með og varst þarna úti í Boston? Já, hún kviknaði
Hún kviknaði þegar að ég var hjá Klikk, það sem að og það svona, ég hef svona hefur kviknað bara mjög fljótlega. Það sem mér fannst nefnilega svo fyndið er að eða það er svo áhugavert, er að við erum þannig að ég fer að hitta viðskiptavini hjá Klikk, sumum á stærstu fyrirtækjum heimsins, búin að kaupa kannski mörg þúsund leyfi á hugbúnaðinum okkar. Og maður fer virkilega að kafa í það hvernig þið vinna með gögn, þá eru þið bara svolítið að gera það í Excel, sko. Já. Og mér fannst enginn vera að tala um það, mér fannst enginn vera að hugsa um það og þar hlytu vera tækifæri. Þannig að það er það sem við leggjum að staða að elta þarna í sem sagt, með grid. Svolítið kannski óljóst nákvæmlega hvar við viljum stinga niður fæti, en einfaldlega bara í því að það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað sem veldur því að það verður að nota töflureikna í næstum því alla gagnavinnslu. Þeir eru ekki góðir í nærri því öllu sem að fólk er að nota því, það hljóta að vera tækifæri til að gera betur. Já. Og svona grunnhugmyndin, svona þegar að grid allavega fer að líta ljós sem vara, þá það snýst það framsetningu gagna úr töflureiknum. Það er að segja að það er þá búið að vinna einhverja vinnu, taka saman einhver gögn eða búa til eitthvað módel í Excel eða Google Sheets og þú vilt síðan koma því á framfæri til ákvarðanatöku eða við viðskiptavini, koma verðinu þín á framfæri eða virðinu í vörunni á framfæri og það er svona það sem við leggjum að staða að byggja þarna 2019 í rauninni. Já, það er svona hvernig þú birtir þessi gögn og vinnur raunverulega úr það. Já, og við ætluðum okkur sko, við erum svona alltaf áhugaverð þessir alltaf fullt af tilviljunum og svona, maður leggur að stað með einhverja þýsu og hún kannski fellur ekki alveg en þú veist, það koma einhverjir alltaf vinklar inn í þetta. Við ætluðum í rauninni grid uppálega átt að vera tól fyrir þá sem var að vinna með töflureikna inn í fyrirtækjum og kannski sérstaklega í svona stærri ákvarðanatökum, þú veist, fjárhagslíkön, markasetning nýrra vara, þú veist, það sem verið að módela einhver business, það skiptir virkilega máli að skilja hvernig svona forsendurnar hafa áhrif á útkomuna. Vildum koma þessu inn í innra starf fyrirtækja og sáum þar alveg, þú veist, tækifæri fyrir þá sem að kunna að módela, setja ekki endilega sko á fundi með eitthvað Excel-skjal opið, heldur geta sett hlutina mjög skýrt í hendurnar á þeim sem að þurfa að skilja gögnin, þess að þeir geta samt sem á þau verið að svara sínum í spurningum án þess að brjóta módelið eða gera eitthvað sem þau með ekki verið að gera. Fínasta tesa held ég, en hún fellur á tvennu, annars vegar fellur hún á því að svona verkefni eru tiltölulega fágæt, koma upp, þú veit, jú það þarf að gera fjárhagsáætlun einu svona ári og svo er kannski einhver svona umbreytingaverkefni einu svona tvisvar, það sem að virkilega þarf að sýna stjórninni eða framkvæmdastjórninni þarf að sitja yfir einhverju svona og okkur tókst að komast inn í fullt af þannig verkefnum en ekki inn í eitthvað sem að tólið var eitthvað sem fólk var að nota frá degi til dags. Já. Það sem við sjáum hins vegar sko mjög snemma er að fólk er að nota þetta til þess að smíða það sem við var að kalla reiknivélar. Bara verðreiknivélar, reiknivélar fyrir sko alls konar, þú veist, bara hvað þarf mikið efni í, þú veist, einhverja framkvæmdir sem ég er að fara í, þú veist, og í öllum tilfellum er til einhver Excel-skjöl og fólki sem hefur smíðað Excel-skjölin þarf að koma þeim út á vefinn og kann ekki eða sér fyrir sér stór verkefni í því einhvern veginn að endursmíða alla lógíkina sem það kunna að gera sjálft í töflureiknaskjalinu með einhverju veftækni sem að kemst þarna út og við svona erum það sem þýðir þarna á milli og þetta er það sem svona á endanum nær svolítið flugi erum í dag með einhvers staðar á 500 borgandi viðskiptavin út allan heim sem að nota grid til þess að búa eða það sem núna heitir Calculator Studio til þess að búa til svona reiknivélar mest er þetta lítil og meðalstór fyrirtæki og við svona segjum ofta markkópurinn okkar séu svona hvað var íslenska orðið på ensku multitasking managers svona stjórnendur sem eru þú veist, allavega í nógu litlum fyrirtækjum til þess að þau þurfa að setja á sig ansi marga hatta þannig að þau eru kannski ekki tæknifólk en þau bjarga sér tæknilega þau eru kannski ekki beint, þú veist, sendlar en þau þurfa samt að þú veist, fara og keyra vörur út allan bæ, þú veist, eitthvað þannig þannig að það er svona það er sweet spotið okkar, það eru þannig aðilar, þau eru búa til oftast Excel-skjölin sjálf og svo þú veist, eru þau líka að halda við vefsíðunni og þurfa á einhverju svona að halda.
einmitt. Þurfa að geta gert þetta hratt og örugglega. Já, En hvernig eins og viðskiptamódeli bak við þetta? Þú talar Já. að eru með svona 500 fyrirtækir Já. sem er þetta svona subscription módel þá? Já, þetta áskriftamódel og sko að einhverju leyti, þú veist, við fórum í gegnum, má ég segja, sko Grids búið að fara í gegnum 3 fasa eða þessi reiknivéla var búin að fara í gegnum 3 fasa. Fyrst ætluðum við sem þetta í innri vinnuna, sem ég var að lýsa áðan. Já. Síðan kom hann tímabil það sem að Notion, sem er svona online plattform til þess að halda utanum svona eiginlega eins og, ég veit ekki, það er svona SharePoint fyrir unga fólkið. Þú veist, þetta svipað eins og Trello en samt Já, getur gert meira. Verkefnastýring en kannski Já. meira svona halda utanum handbækur og halda utanum svona einhvers konar central knowledge base fyrir sérstaklega lítil og svona yngri fyrirtæki. Þetta forrit náði mjög miklu flugi í 2021, 2023, eitthvað svoleiðis. Og við vorum sem sagt við fengum fullt af traction með því að partnera með þeim, fengum mjög mikið af notendum, 20.000 notenda í gegnum það. Og svona þá sögðum við, ef að þeir eru nýja Word, sem er svolítið, þú veist alveg hægt að segja, þetta er svona einhver texta editor og síðan heldur hann líka utan eins og þú sagði, verkefni og fleira. Ef að þeir eru Word, þá ætlum við að vera Excel fyrir þennan sama hóp. Já. Og þá snýrist þetta meira sko að gera rosalega aðgengilegt viðmót fyrir mjög einfalda gagnavinnslu. Bara ég þarf að geta teiknað stöplaritt með 5 súlum á, þú veist, og svona koma því í þennan hóp. Og eltum það þarna í dálítinn tíma, náum 20.000 notenda en hins vegar viljinn til þess að borga var rosalega lítill. Öllu heldur, hann var enginn hjá þessum hópi. Þannig að þetta viðskiptalega náði mjög lítill traction. Og svo, sem sagt, svona allan tíman sjáum við samt þessa reiknivélanótkun og svo það þá í rauninni þarna 23 sem að við sjáum það er þú veist, fjárfestingaumhverfið hefur breyst. Það er ekki lengur nóg að vera með 20.000 notenda sem eru að nota vöruna þína eða jafnvel 100.000 sem eru að nota vöruna frýtt og þú veist, við ætlum að finna út úr monetization seinna, þú ætti að sína fram á það núna að þessi hægt að ná pening út úr því sem þú ætti að gera. Og þetta svona kemur saman í því að við ákveðum, nú verðum við bara loksins að fara að hlusta á notenduna og gera það sem að þau eru að segja okkur að varan okkar geri, ekki reyna að segja, í staðinn fyrir að við reynum að segja notendur hvað varan okkar eigi að gera, þá verðum við bara að hlusta á notenduna sem eru að nota vöruna. Og það eru þessir reiknivélaноtendur. Ástæðan fyrir því ég tek þennan formála að hvernig viðskiptamódelið er að sko viðskiptamódelið kom úr því að þetta var allt saman self-service, allir sem voru að nota vöruna, finna vöruna sjálfur, sæna upp, læra á hana sjálfur og byrja að nota hana. Og svo þegar þau komin að einhverjum mörkum sem að framanna voru mjög gjafmild en eru kannski orðin aðeins þrengri núna, þá borgaðu þau sjálf. Og í rauninni þú veist, við vorum alltaf viljuga að stökkva og hjálpa fólki ef það þurfti á að halda en það var ekkert sölufólk, þetta er svona self-serve, product-led eins og það myndi heita í product-led self-serve subscription eða software as a service. Það er módelið. Og úr þessu þá komum við kannski einmitt með svolítið sko lága verðskrá, lág verð með við hvernig sko módelið og hvað markkópurinn er stór núna. Og svona það er erfitt, eitt af því sem maður hefur lært það er svolítið erfitt að breyta verðskrá sérstaklega með borgandi viðskiptavini. Það er rosa erfitt að reyna að þjóna tveimur með svona mismunandi verðskrám á sama tíma og svona. Já. Og kannski höfum ekki alveg náð að brjótast út úr því. Á sama tíma líka þá þegar við ákveðum, þetta er reiknivéla græja, það er það sem við erum bara að setja okkur við það. Við höfum oft hort á þann markað og líka bara átt á okkur og hann er samt ekkert risastór. Það er ekki 20 milljónir manna sem þurfa að gera reiknivélar fyrir vefinn. Það eru 20.000 fyrirtækja sem þurfa að gera það. Þannig að þetta er svona nísmarkaður og sennilega aldrei nógu stór til þess að standa undir fjárfestingunni sem við erum búin að taka inn í miklu stærri sín. Wow. Og þá förum við líka að skoða, við erum búin að byggja samt mjög uník tækni. Við erum ekkert feiminu að segja það að fyrir utan Google og Microsoft þá eigum við bestu töflureikna vél í heiminum sem að keyrir í rauninni þessi líkun og alla formúlurnar og allt sem að fólk getur skrifað gríðarlega hratt og örugglega og
það eru fleiri tækifæri, bara alveg eins og við lögðum upp með, það hljóta að vera tækifæri í því að það eru allir í heiminum að nota Excel til að gera alls konar, og horfum aðeins á það aftur. Og núna síðasta 1,5 árið, þá höfum við verið að skoða í rauninni það hvernig við, rúma árið, þá höfum við verið að skoða hvernig við getum komið saman þessum nýja heimi gervigreindar, þessari gervigreindarbilgju sem í gangi núna, og töflureiknum. Vegna þess að eitt af því sem að gervigreindar líkön eru slæmi í, það að reikna, þannig að þau geta gefið þér mjög, þau geta fullyrt af miklum þunga eitthvað sem alrangt og jafnvel uppskáldaða tölur. Og það vill maður ekki í business. Þannig að það tengja saman módel þar sem einhver hefur actually reiknað út og skilur hvernig útreikningarnir eru á bakvið eitthvað og tengja það síðan við gervigreindarlíkön. Gerir sjálfvirknivæðingu og gervigreindarvæðingu á hlutum í business miklu auðveldari. Já. Þannig að þeir rauninni svona búnir að breyta stefnuna eins og eru að skoða núna hvernig hvernig getur nýtt ykkur það. Já, þannig við eigum, eða hvernig við getum hjálpað þeim sem eru innleiða gervigreind að nýta gervigreind að nýta töflureikna skjölin og allt sem að þeir eru að gera í töflureiknum í heimi gervigreindar. Já, hvað eru þið margir hlutar? Er búin að taka inn mikið fjármagn í? Já, við erum búin að taka inn mjög mikið pening, $19 million. $19 million. Já. Og svona, já, vorum að elta það mjög grimt og svona svolítið eftir stereotypunni á sínum tíma. Við vorum stækkuðum fyrirtækið upp í næstu 40 manns. Já. Og svona, svo þegar þetta, ég ætla ekki svona að kalla það bakslag, heldur bara svona að það kemur eðlileg leiðrétting eða sveifla í markaðinn að það ekki lengur metnaður fyrir því að fjárfesta í langtíma stórri uppbyggingu, með það í huga að monetæsa miklu seinna, heldur bara, þarna spila inn vaxtastig og alls konar hlutir líka, að 2023 þá bara svona pressan á að nú þurfum við að sýna fram á að þetta gerur þessi business og það bara ekki það sem við erum með í höndunum þó við séum með stóran notendahóp. Þá þurftum við að fara í bara mjög sársaukarfullar aðgerðir til þess að skala niður, fórum úr næstu í 40 manns niður í 12 og fullt af reynslu í bankan þar að reyna að gera það eins lítið illa og hægt er. Þetta ekki eitthvað sem er hægt að gera vel, þetta bara hægt að svona minnka skaðan og reyna að hjálpa fólki sem maður hefur þá verið einhverju ábyrgð á í gegnum það eins og maður getur, eða svona gera það allavega eins lítið sársaukarfullt og hægt er og síðan að byggja upp aftur hinum megin og þetta gerist alltaf á sama tíma, við erum að skipta viðskiptamódel, skalanu fyrirtækið og byggja upp þarna inn í reiknivéla bransan á sama tíma. Já, einmitt. En hvernig svona þeir eru búin að taka inn svona mikið fjármagn og eru að breyta stefnu að fara í gennum það og útskýra það kannski fyrir öðrum hluthöfum eða fjárfestum? Það bara flókið. Það er alveg rétt orðað á þannig og maður búin að loka ákveðnum dyrum. Það er stundur sagt að ef við á einhvern ævintýralegan hátt værum eins og hálfsast gamalt fyrirtæki og ættum allt sem við eigum í dag og værum að leita að einhverju svona fjárfestingu í sýnina sem við erum með núna, þá væri það allt öðruvísi heldur en að vera með í rauninni svona fullt af fólki á hluthafalistanum, það með mismunandi væntingar, hefur komið inn á mismunandi og þá í rauninni svona allavega með við stöðuna núna og uppbygginguna sem við erum bara að leggja á stað í, frekar hárri valuation. Já. Þá þetta svona það að stýra sér í gegnum það allt öðruvísi. Það búið það kannski auðvitað að segja, það búið að loka á ákveðna möguleika. Þú ferð ekkert bara og sækir ferskan pening frá einhverjum sem er tilbúin að kaupa sýnina. Það er eitthvað flækjustig í einhverju samtali sem þarf að eiga sér stað til að leggja á stað í þá vegferð. Já. Hvernig er ferlið búið að vera fram að þessu að fá fjármögnun? Það er búið að vera, fjármögnunar ferli greitt í rauninni þannig að ég ætlaði nú bara að leggja stað með þetta mjög svona lítið og hógvært til að byrja með. Fjármagna fyrstu mánuðina, allavega fyrsta hálfári, jafnvel árið bara sjálfur með lítinn hóp, sjá til hvað kæmi út úr því og byggja
business model í kringum það, en það var mikill áhugi á því sem að við vorum að fást við og svona allra fyrstu skrefunum. Þannig að við fórum miklu hraðar í það. Það má eiginlega segja sko fyrsti vinnudagurinn, fyrsti dagurinn sem ég settist niður á skrifstofu við annan mann og við byrjuðum að gera eitthvað sem að í dag heitir Grid, var 1. september 2018 og fyrir lok október þá vorum við búin að taka $1 million í svona englafjárfestingu frá aðalega fólki sem allt frá fólki sem ég þekki fyrir og flestu sem ég hafði unnið með áður. Notuðum það til að byggja teimið stækkaði það miklu hraðar en við áttum von á og svo í rauninni aftur í sko janúar 2019 þá eru sko 3 sjóðir sem eru svona svolítið að segjast viljið þið ekki skoða það að gera þetta hraðar og fá inn meira fjármagn. Þetta var áður en að allt varð vitlaust í fjárfestingageranum sko, sem að gerðist 2021-2 en þetta var það var allavega gott aðgengi og það var spennandi sem við vorum að gera og fólk sá að við vorum að gera svolítið nýja hluti í þessum töflureiknabransa og þú veist, það er milljarður manna í heiminum sem nota töflureikna og það eitt og sér gerir það að verkum að það getur verið á einhvern hátt impactful þá gæti stórir og spennandi hluti gerst. Þannig að við ég hef aldrei verið í þessari stöðu áður að þú veist þurfi ekki að sækja peningi heldur sem verið að ídunum aðmanni sem er alveg góð stað að vera í. Við ákveðum að fara í samstarfið sjóð sem heitir Blue Yard, staðsettur í Þýskalandi og þeir leiða fjárfestingu upp á $3,5 million. Þá erum við búin að taka inn 4,5 á í rauninni fyrsta ári starfseminnar. Og síðan er það sko þetta aftur, við förum alveg inn í þessa stereotypísku vísi fjármögnunarleið og þá byggjum fyrirtæki í rauninni með við það, þú veist, nú ætlum við bara að ná ákveðnum þróunarmælstónum og síðan ætlum við að fjármagna fyrirtæki áður en við förum í rauninni að setja vöruna í lofti, þá tökum við inn stóra fjármögnun. Og það er þá 2020 sem að við erum tilbúin með vöru sem að þurfum samt töluvert fjármagn til þess að markaðssetja og koma út. Og erum þá að leita að peningum í byrjun árs 2020 og það er maður veit aldrei í hverju maður lendir. Ég var sem búin að bóka ferð til Silicon Valley, átti þar 11 fundi bókaða með fjárfestingasjóðum sem við vorum þá að fá inn í svona Series A fjárfestingu og það vill þannig til að það er bara akkurat vikan sem að landamærin til Bandaríkjanna loka út af COVID. Og öllir, eða einhverjum fundinum var cancelað en flestir þeirra fluttust bara online. Þetta setti, þú veist, við vorum búin að byggja upp samtöl og sambönd við fullt af fólki. Það veit enginn hvað COVID þýðir fyrir heiminn og þú veit, það er, kemur svona rosa hringl í þetta allt saman. Frá mars, þetta var í mars sem þetta faraði út og svona gegnum apríl, maí, eitthvað svoleiðis. En síðan í rauninni kemur ég hef nú lýst þessu í einhverju bloggfærslu sko, þetta var í fyrsta sinn sem ég gerði þetta mjög svona formlega að fara í gegnum þetta ferli. Ég var búinn að setja niður lista af sjóðum sem við höfum einhver tengsl við eða fyttuðu, finna leið inn í þá, vorum með lista upp á 115 sjóði sem við vildum ná sambandi við, náðum sambandi við 8-10, þannig ég átti í rauninni allavega hálftíma spjall við einhver 8-10 sjóði. Svo er þetta svona eins og eitthvað söluferli, þú ert að reyna koma hlutinum á næsta skref, þannig til að, veit, í þessu tilfelli þá þarf maður bara að selja einum, það er bara einhver einn sem þarf á endanum að segja já og sko vinnan hinum megin frá, vinna fjárfestisins er svolítið að líka finna ástæðu til að segja nei, finna eitthvað sem að brýtur módelið, þú veist, já, ok, auðvitað þarf að vera góð hugmynd, það þarf að vera gott heimi og það þarf að vera gott go-to-market plan og góð tækni og allt þetta, en þú ert að leita, ok, hvað er það sem að, þú veist, mun klikka hérna, hvað er það sem mun ekki ganga, og svo gerist það þarna einmitt í maí, við tölum við sjóð sem heitir NEA, sem er svona kannski ekki alltaf á topp 5 listanum yfir svona áhrifamestu vísisjóði í Bandaríkjunum, en alveg klárlega alltaf á topp 10 listanum. Búin að vera til síðan 1960 og eitthvað með allra elstu, mjög stór sjóður.
komumst í samband við þá þarna snemma í maí og það líða 4 vikur. Við erum í 4 vikum komin í gegnum það sem sagt, í rauninni upphaflega samtalið Já, og svona það að ræða fjárfestingu upp á kannski $6 milljón yfir í að þau eru búin að halla sér mjög mikið inn í þetta og bjóða okkur sem sagt fjárfestingu upp á 12 sem var miklu meir en við ætluðum að taka inn. já, En svona við, ég veit ekki, þú veist, ég ætla bara að segja það flatt út, þetta var of mikill peningur. já, Þú veist að það hefði verið hollara að hafa meira aðhald heldur en við höfðum, en við leyfðum okkur svona, þú veist, við seldum líka frekar stóran hluti í fyrirtækinu fyrir þetta, stærri heldur en við hefðum líka venjulega gert, en við svona samfærum okkur þetta eiginlega svona 1,5 ránd, þetta svona Já. helmingurinn af næsta líka. Og við skulum bara líta þannig á það og samstarfið hefur bara verið fínt, menn að þetta hefur, þú veist, það hefur bara eins og alltaf verið, það hefur ekki nærið því allt gengið og þú veist, sumt hefur verið erfitt og sumt ennþá erfitt, en þetta eru mjög góðir fjárfestar, það var séð þetta allt saman áður, maður kemur aldrei að tómum kofanum hjá þeim, Já. það var bara, þú veist, maður heldur að maður sé að lendi í einhverju algjörlega einstöku og þau bara, já, síðast þegar þetta gerðist, þá já, og en þú veit, þau líka bara þau vita það alveg að þú veit, það er sumt gengur og sumt ekki og þú veit, flest sem gengur ekki fyrir en það er búið að næstum því ekki ganga mjög Já. oft einmitt. og vita alveg hvernig þau eiga að styðja við mann í því öllu sko. Já. Þannig að en þú veist, þau eru líka ekkert það er síðan ekki bara opið veski, þú veist að hverju sem er í framhaldinu, það þarf að delivera. Nei, einmitt. Þannig að við erum svona ásmá krossgötum núna, þar sem við erum einmitt svona að skilja það hvernig þessi gervigreindar vegferð, þar sem við erum teljum okkur allavega að vera með mjög uník hluti fram að færa, hvernig við erum komum því á framfæri og komum því á sem mest flug byggt á tækninni sem við erum búin að vera að byggja þá í meira en 5 ár. Já. Og þá kannski sérstaklega í þessu samhengi sem við erum í, þar sem að við erum með töluvert mikið af hluthöfum, einhverja svona þú veit, ekki allavega skýra sín frá þeim öllum það að þau vilja endilega vera með í þeirri vegferð sem við erum að leggja af stað núna og hvernig maður púsla því öllu saman sko. Já, þannig að þeir eru væntanlega þá með búin að tryggja ágætis runway næstu árin. Það er sko, það er náttúrulega endalaust verkefni en þetta er svona, já, það er að hluta til verkefni sumarsins er að finna út úr því hvernig við ætlum að gera það, en það eru alltaf optionir sko í hverju stöðu, þú veist það er bara svona líka svolítið að skala af væntingarnar og skala af væntingar margra veginn við borðið sko. Já, stilla alla á sömu blaðsjö. Já, einmitt. En það sem að þú hefur reynslaði að vera að tala mitt við hann og nefndir að fækst einhver hálftíma fund með einhverjum 80 fjárfestum. Já. Að hefur einhvern tíma verið í þeirri stöðu að aðalar hafi vilja fjárfesta í verkefni hjá þér og þú hefur sagt nei. Það er kannski eitthvað sem er ekki mikið talað um. Maður oftast talað sko að bara finna fjárfestan og segja já við þeim sko. Já, sko, já, eins og ég sagði þarna í sem sagt því sem að er þá seed fjármögnun okkar þegar ég sagði þessi þýski sjóður Blue Yard kom inn. Já. Þá voru 2 aðrir sjóðir sem að voru líka við fengum í rauninni sem 3 term sheet á borðið og litum yfir þau og völdum Blue Yard úr því þannig að þar voru við rauninni að segja nei við 2 öðrum sjóðum. Það er svona frekar, þú veist, það er kannski algengasta leiðin til þess að sko, þú veist, þú segir nei við einhvern, það er bara, þú veist, það eru margir sem að Þú ert með aðra valmöguleika. Já, með aðra valmöguleika sem er náttúrulega líka bara, þú veist, setur mann í frábæra samningsstöðu ég myndi samt, þú veist, og það sem við optimiserum fyrir þarna var ekki hæsta valuation heldur fólki sem við vildum vinna með. Það að fara að vinna með einhverju fjárfesti þýðir að þeir eru að fara að vinna saman og þekkjast í 5-10 ár. Veist, og það, maður setur það kannski framar mörgu öðru að þessi gott fólk sem maður er að fara í samskipti við. En síðan var það sko, þú veist, ég held að kannski eina skiptið þess að við bara virkilega sagt nei var síðan hann á milli þessar tveggja fjármögnunarlóta þá var sko komið enn eitt sjóðurinn og vildi endilega bæta við pening í þetta seed-round okkar. Og það var tiltölulega skömmu eftir þetta. Þeir voru, þú veist, þeir voru góðir og sannfærandi en þú veist en þeir við þurftum ekki okkur fannst við ekki þurfa meiri pening þá til þess að ná næsta milestone í því sem við vorum að gera
og svona það triggeraði kannski svona einhverja hegðun hjá þeim sem að segja mér kannski að þeir hefðu ekki verið frábærir samstarfsaðilar aftur, sko. Þeir Já. eru mjög fogi yfir því að við vildum ekki taka á Bara- móti þessum peningum og hafa svona, þú veist, ég hef aðeins séð í það að það hefur kannski ekki verið jákvæðin allavega í okkar garð í framhaldinu, sko. Nei, en einmitt. En hvað allan að tvö af þessum félögum eða fyrirtækjum sem þú hefur stofnað hefur svo saminast öðrum fyrirtækjum, svona já. verið runnið inn í eitthvað stærra. Já, Hvað myndir þrjú fyrirtæki, hvað myndir svona ráðleggja þeim sem að lenda í þeirri stöðu, af því að frumkvöðlinn þekki það sjálfur að hann fer kannski að stað einn með einhver ákveðna hugmynd og fær kannski að stjórna svolítið miklu, Já. en svo allt í einu er hann komin inn í eitthvað eins og lýstir einmitt fyrir í þættinu, komin inn í eitthvað sem er miklu stærra heldur en það og öll ákveðin að taka og annað orðið svona hægara. Hvaða svona ráð myndir þú gefa þeim sem að fara kannski í þá stöðu? Sko, fyrsta sem ég myndi gera og ég nefndi þetta nú áðan, það er að vera alveg vissum að þú náir samtali það, ok, við kaupandan, þú veist, þetta er þá í rauninni öllum tilfellum hefur þetta verið, nema þannig þegar Lonadon og Gagarin runnu saman, að í hinum tveimur tilfellunum, þegar að skipti kaupa eða já, í rauninni kaupir Spurl og síðan þegar að Klikk kaupir Datamarket, þá er þetta kaup meira heldur en samruni. Þetta er miklu stærri eining eða sterkari eining sem er að kaupa miklu minni einingu og alveg bara regla númer 1, 2 og 3 er að ná samtali við kaupandan það, ok, hvers vegna, þú veist, á hverju hafið áhuga, hvað erum við að fara að gera saman, hver er sýnin með þessum kaupum, hvað ætlum við að gera eftir kaupin til að tryggja að það verður veruleika og kannski sérstaklega eru allir stakeholder að sammála það. Ertu búin að tala við, ertu búin að ná að tala við framkvæmdastjórann eða þann sem að allra mestu ræður í fyrirtækinu og verður vissum að þau séu líka, sjá þetta ekki einhvern veginn öðruvísi eða séu bara, ekkert endilega neitt rosalega mikið inn í málinu, með hvert verið að fara og skipuleika svolítið hvað gerist á eftir. Halda þetta kúltúrin líka, kúltúr í fyrirtækjum er einstakur og hann mun breytast, hann mun þurfa að breytast og hann mun breytast hvort sem þið líkar betur eða verð, en það þarf að halda þetta það er svona breytingastjórnun. Mjög svona setning sem ég man mjög vel eftir er eftir kaupin á Datamarket, þá var einn góður félagi minn og samstarfsfélagi hjá Datamarket sem að sagði, honum leið ekki alveg nógu vel í vinnunni, hann var að hugsa að breyta til, þetta eftir kaupin og þegar hann var spurður af hverju þá sagði hann, sko, ég hugsaði ef að starfið sér núna hefði verið auglýst, þá hefði ég mögulega sótt það. Þetta er alveg spennandi, við erum að fást við áhugaverða hluti, fyrirtæki er áhugaverða svona. Þetta er bara ekki starfið sem ég réð mig í. Ég réð mig hjá öðru fyrirtæki í annað starf og núna er ég allt í einu komin í eitthvað starf hjá öðru fyrirtæki sem bara gerðist og ég hafði ekkert með það að gera. Og þetta er held ég alveg rosalega mikið líkleg upplifun hjá fólki. Það réði sig hjá einu fyrirtæki, kannski í þessum tilfellum litlu sprotafyrirtæki og síðan allt í einu komið bara inn í eitthvað allt annað umhverfi sem það ætlaði ekki allavega tók ekki meðvitað ákvörðunum að fara inn í. Og svo er það þriðja, ég nefndi það áðan, það er að missa ekki sjónar á því að reka businessin, sama hversu líklegt þið finnst, af því að það er aldrei neitt búið fyrir að það er búið að skrifa á línuna, sko. Já, búið að skrifa á millifæra. Já, nákvæmlega. Í rauninni. Nákvæmlega. Já. Heyrðu, það er ein svona spurning bara að lokum. Þú er búin að fara í víðan völl og þú er búin að vera í ýmsum verkefnum. Og verður fróðlegt að sjá hvar þú verður með gritt eftir næstu 5-10 árin. En hvar svona sérðu sjálfa þig eftir 10 ár og þá er líka gritt í leiðinni? Sko, þú hefur sagt þetta bara alveg í byrjun. Það sem drífur mig áfram er að sjá hugmyndir verða veruleika og það þurfi ekki endilega að vera mínar hugmyndir, heldur svona einhverjar hugmyndir sem mótast í samvinnu við aðra, en síðan er það sko það að breyta hugmynd í veruleika, það er það sem mér finnst það sem drífur mig áfram og alveg miklu meira heldur en peningar eða útkoma eða eitthvað annað. Það helst að vera svona svolítið intellectually challenging á leiðinni og svo er það að vinna með góðu fólki og það er svona, kannski komum ekki inn á það en eitt af því sem kom mér á óvart sem svona frekar mikið introvert nörd að mér finnst
bara mannauðstjórnun, bara þú veist, það að vera svona bara með, vera með að koma saman hópi af fólki og einhvern veginn skapa umhverfið þar sem að fólk er að vinna saman vel og gera góða hluti saman, finnst mér alveg rosalega gaman. Þannig að það er svona, það er kannski partur af sköpunin líka, bara að skapa teymi og síðan að sjá það teymi, eða þau teymi búa eitthvað til. Þannig þetta eru svona hlutir sem að drífa mig áfram. Þannig að ég held að þetta verður alltaf rauður þráður í því sem ég verð að fást við. Grid er með einstaka tækni til þess að vera impactful í svona á mörkunum þar sem að tveir í rauninni stóri straumar eru svolítið að mætast. Töflureiknar sem eru búin að vera til í alveg frá árdaga einkatölunar. Töflureiknarinn er orðinn sko, hann verður 50 ára fyrir lok þessa áratugs og hefur bara þannilega í kjarnan ekkert breyst neitt rosalega mikið og síðan gervigreinda bylgjunar þessara sem er núna þessara svona generative AI eða spunagreindar bylgju að þar sem að þetta mætist erum við sannarlega með eitthvað uník fram að færa og ég held að sko Grid verði búið að delivera einhverju góðu þarna, ekkert endilega sem sjálfstætt fyrirtæki samt, vegna þess að það eru þarna dreifing er erfið, þú veist það að koma sér á framfæri, sérstaklega í svona rosalega ört vaxandi markaði eins og gervigreindin er, að ég hugsa að í einhvers konar partnershipi við einhverju aðra, að ég hluti af einhverju stærri einingu, þá verðum við búin að ná einhverju impactful þarna. Og síðan svona, þú spurðir líka svolítið aðskilið sko, ég finn það alveg að það sem ég er allavega, maður trúir á 10.000 klukkutíma kenninguna, að maður verið góður í því sem maður hefur gert í 10.000 klukkustundir eða meira, þá er það sem að ég er mest æfður í, það eru þessi fyrstu metrar. Það er að koma hlutunum á stað, móta hugmyndir, móta teymi, koma hlutunum á framfæri og síðan þegar þeir eru komnir á einhvern ákveðið skrið, þá er ég ekkert endilega rétti maðurinn til þess að taka það lengra. Nei. Þannig að það að vera að starta einhverju, hvort sem að maður er síðan með eitthvað annað meira established á hliðinni, held ég að vera alltaf partur af þessu og það kýtla mig og ég held að kýtli margt hugbúnaða fólk að að vinna með áþreifanlega hluti, vinna með eitthvað sem er hægt að snerta, eitthvað sem er hægt að sjá, eitthvað sem er hægt að svona, sem er ekki bara bitar og atóm að flæða internetið. Er ekki bara kóði. Já. Nei. Og það getur, maður fær náttúrulega bara, getur fengið útrás fyrir það á allan mögulegan hátt, sko. Til dæmis bara þó þessi ekki eitthvað að búa eitthvað til, þú veist, mér finnst það svo gaman að ganga á fjöll og fara út að hlaupa og þú veist, svona einhvern veginn bara vera í náttúrunni, sko. Já. Ferðast á mjög skrýtna slóðir. Já. Sjá nýja hluti. Já, upplega eitthvað nýtt. Já. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona, til planið að þér svona næstu 5-10 árin og Já, akkurat. Það er svona að sigla þessum, þú veit, núna þá er stóra verkefnið að sigla þessu, hvað maður segja, að grípa gervigreindabylgjuna og ná að koma tækninni sem við erum búin að gera og hefur einstakar hluti fram að færa inn í þá bylgju þannig að það verði sem mest úr því. Já, komaður réttu brautina. Já. Það er glæsilegt, þá veldi við séum bara góður, ekki nema og sérst með eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin fyrir þá sem er að hlusta. Ég held að þetta sé bara orðið nokkuð gott. Já, búin að fara víðan völl og bara búin að vera skemmtileg spjall. Takk fyrir mig. Bara takk aðeinslega fyrir að mæta, Hjálmar. Takk. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loft.